Þá ætlum við að skoða annan kaflan í bókinni Náttúrulega 3 en hann fjallar kyn, þroska og erfðafræði. Líffræðilegt kyn er það kyn sem við fæðumst með, þar að segja hvaða kyneinkenni við erum með, og fyrir langflesta er þetta tiltölulega einfalt. Annarkvort fæðumst við með karlkyns kyneinkenni og teljumst vera karl eða strákur, eða við fæðumst með kvenkyns kyneinkenni og teljumst að vera kona eða stelpa. En er þetta alltaf svona einfalt? Nei, það er það ekkert fyrir alla. Þó svo fyrir langflesta sé þetta nokkuð skýrt, þá er til eitthvað sem heitir að vera intersex, og það er að fæðast með óhefðbundin kyneinkenni. Þá fæðast fólk með annarkvort kyneinkenni beggja kynja eða með óráðin kyneinkenni. Það er líka til að vera í raun karl en með ákveðin kyneinkenni kvenna og vera kona og með ákveðin kyneinkenni karla. Samt ekkert það mikið að maður teljist endilega að vera intersex. Þannig að það er til alls konar frávik á þessu, og þó svo okkur finnumst nú flestum frekar auðvelt að segja hvað sé karl og hvað sé kona, ef við förum í mjög nákvæmar skilgreiningar hvað það er að vera karl og hvað það er að vera kona, þá er mjög flókið að búa til skilgreiningu sem nær utan alla. Því að þetta er ekki eins skýrt þegar við förum að skoða smáatriðin og flestir halda. En þetta er líffræðilega kynið, hvaða líkama við erum í. Það er ekki það sama og kynvitund, það er að segja hvaða kyn við upplifum að við séum. Flestir upplifa sama kyn og þeir líkaminn segir og þeir fæddust í, og eru það sem við köllum að vera cis-kynja eða cis. En það á ekki við alla, því að sumir upplifa annað kyn en líkaminn sem þeir fæddust í, sem sagt fæðast þá sem strákur en upplifa þeir séu stelpa, eða fæðast sem stelpa og upplifa þeir séu strákur. Þetta heitir að vera kynsegin eða trans. Og þetta er bara eitthvað sem að við höfum enga stjórn á, og fólk sem upplifir þetta hefur enga stjórn á. Þannig að við þurfum bæði sem einstaklingar og sem samfélag að taka utan þessa einstaklinga og veita þeim þá aðstoð og þá tillitssemi sem að þau þurfa til þess að lifa bara sínu lífi eðlilega. Æxlunarfærin eru líffæri sem við notum til þess að búa til börn, búa til afkvæmi. Það eru öll spendýr eru með einhvers konar æxlunarfæri og flest dýr eru með einhvers konar æxlunarfæri. Það er misjafnt hjá dýrum hversu áberandi þessi æxlunarfæri eru, og hjá okkur eru sum utan á líkamanum, til dæmis hjá körlum er þetta meira og minna utan á, en hjá konum er þetta meira inn í líkamanum, en það er samt alveg eitthvað sýnilegt utanfrá. Það skiptir máli að þrífa þessi svæði, bara eins og líkamann allan, en þarna eru svæði eins og til dæmis undir forhúð hjá strákum og milli skapabarmi og stelpum, þar sem að myndast ákveðin skán sem er mikilvægt að þrífa. Það borgar sig hins vegar ekkert endilega akkurat á þessi svæði að nota mikið af sáp. Betra að nota eiginlega bara vatn. Því ef við þrífum þetta ekki, þá getur farið að koma lykt og getur líka hreinlega myndast ákveðin sýkingarhætta. Með kynfærin almennt, svona ytri hlutan á þeim, og þá er ég ekki að tala svona milli himna eða undir einhverju, að þar er bara, sérstaklega í kringum hárin, þar er langt best að nota bara sáp. Og eins og ég segi, þrífa sig reglulega, því að það er þannig að þegar maður verður kynþroska, þá breytist hormónabúskapurinn í líkamannum og það fer að myndast lykt sem hafði ekkert endilega gert það áður. Þannig að þegar fólk verður kynþroska, þá þarf maður að fara oftar í sturtu. Það er bara þannig.